Komiði öll sæl, bæði þið sem eru komin hingað í Vítalenskirkju í dag til þess að vera með okkur og líka þið sem eruð að horfa í gegnum skjáin, verið hjartanlega velkomin á þetta erindi. Ég heiti Matthildur Bjarnadóttir og verkefnastjóri fyrir Örninn, minningar- og styrktarsjóð og sömuleiðis prestur hér í Vítalenskirkju. Og ástæðan fyrir því að við erum að hittast hér í dag sú að í dag alþjóðlegur dagur barna í sorg. Og Örninn hefur staðið fyrir því núna í 4 ár að vekja athygli á þessum degi og nýta þennan dag til þess að gefa uppalendum, foreldrum, fólki sem vinnur með börnum, fræðslu og einhver verkfæri í þeirri vinnu að hlúa að ungu fólki sem að fara í gegnum sorg og erfiða tíma. Og við erum svo einstaklega heppin í ár að þeir Vigfús Bjarni Albertsson, prestur og forstöðumaður fjölskylduþjónustu kirkjunnar og Björn Hjálmarsson, yfirlæknir á BUGL, tveir það sem við myndum kalla reynslubolta í því að starfa með fólki sem að fara verður fyrir áföllum og að fara í gegnum sorg og sérstaklega ungu fólki. Og þeir eru komnir hingað í dag til þess að gefa okkur af sinni reynslu og menntun og því sem að þeir vita og kæru vinir, ég ofboðslega þakklátt að þið skulið gefa ykkur tíma til að koma og vera með okkur til að tala þetta mikilvæga málefni. Sömuleiðis. Og við höfum bara engan tíma að missa, við ætlum ekki að sóa neinu mínútum hér, þannig að ég ætla bara strax að byrja að drita okkur spurningum og Björn, ég kannski fæ þig til að byrja að svara þessari spurningu. Hvernig komum við fram við börn í sárri sorg? Já, það kannski fyrst til að nefna að við erum börnunum fyrirmyndir í því að takast á við sorgina. Þannig að ef við vinnum vel í okkar sorg, þá erum barninu frábæra fyrirmyndir. Svo held ég svo mikið upp á spakmælið að þegar maður umgengst fólk og sérstaklega börn í mikilli sorg, þá þarf maður að hafa risastór eyru, hlýtt hjarta og þéttan faðm og pínulítinn munn. Og þetta svo gagnleg leiðbeining og við þurfum fyrst og síðast að vera róleg og yfirveguð þegar við tölum við börnin. Við þurfum að sitja vel í sjálfum okkur og við þurfum að segja þeim satt. Við þurfum ekki að vera með neinar málalengingar, heldur segja þeim satt. Og passa okkur á rósamálinu því börn eiga það til að vera svo bókstaflega og það var einn lítið drengur sem orti: hann afi farinn til himna en ekkert þar hann sér, því gleraugunum gleymdi hann í glugganum hjá mér. Nefnilega, takk fyrir. Og Vigfús, ef ég beini þessari sömu spurningu til þín? Já, þetta góð, þetta nú kannski bara ein mikilvægasta spurningin. Já. Vegna þess að, og ég svo sammála vini mínum, hvernig hann svarar þessu, og ég hef svona stundum saknað þess að það væri ekki markvissari fjölskylduvinna stundum kringum þessa skjólstæðinga okkar. Já. Vegna þess að öryggiskerfi barnsins hvílir á fullorðna fólkinu og ég svona svolítið ákveðin þegar ég segi það að það voðalega erfitt að ætla þess að barn og unglingur ná að vinna úr sorginni sinni ef fullorðna fólki ætlar ekki að fylgja með. Og ég hef oft upplifað mínum starfsferli og að fullorðið fólk hefur komið til mín og sagt: barnið mitt í mikilli sorg, en ég verð varfið það að það engin úrvinnsla í stað í fullorðna fólkinu. Og þegar ég segi engin úrvinnsla, ég ekki að tala í dóm eða einhvern hneykslan með það, þetta bara löng og erfið ferli. En vill að við fagfólki förum og lögum þetta ástand hjá barninu. Þannig að ég hef alltaf reynt að vinna þetta ferli, sérstaklega í upphafi, í samtali með öryggiskerfi barnsins, og ég kalla foreldra eða nánasta fólk öryggiskerfi. Af því að ég held að við sem fagaðilar eigum alltaf að vernda það að barnið fari ekki úr barnshlutverkinu yfir í fullorðinshlutverk sem felst í því að það fer að bera ábyrgð og líðan fullorðna fólksins. Og það eru mjög eðlileg viðbrögð hjá börnum og unglingum við sorg, vegna þess að börn og unglingar eru með sjálfhverf hugkerfi sem eru þess eðlis að þau leita skýringar hjá sér og leita líka skýringar á því hvernig geta þau borið ábyrgð á stöðunni á einhvern hátt.
Þannig að ég hef haft það vinnulag að fá fullorðna fólki til að segja upphátt við barnið að þau séu örugg þrátt fyrir sína líðan. Þannig að við erum að hjálpa börnunum að verða læs á það að erfið tilfinningaleg líðan foreldrar sem dæmi er ekki sama sem óöryggi og heimurinn sé að farast. Og þannig að ég held að við ættum alltaf að hafa þessa vinnu með börnunum og úlingunum. Þannig að ég er svolítið að gera kröfu á það að við vinnum þetta í heild sinni áður en lengra er haldið. Og það eru til alþjóðlega rannsóknir sem sýna bara það að það er klárt samhengi á milli bataforeldra og batabarna í þessu ferli. Af því að hvernig á barnið að geta náð einhverju grunnöryggi ef allt er í óöryggi kringum það. Og það er þannig að við getum ekki hlíft barninu við sorginni en við getum heldur ekki ætlast þess að ná bata án okkar. Og þarna rímar svolítið saman það sem þið eru að segja sko. Við Björn alltaf sammála. Já, ég heyri að það er þetta að sko segja satt og þess að segja sko að takast á við það sem er að gerast og það gerum við í sannleika og með því að tala saman. En það er þessi ró, það er þetta öryggi fullorðna fólksins sem ég finnst þið vera að tala þessi sjálfsvinna þeirra. Ég má bæta bara örstutt við að ég held að við höfum stundum ofnota spurninguna og ég veit ekki hvað sem í kollegið minn segir við því, hvernig líður barninu, heldur við þurfum frekar að segja þú ert örugg eða öruggur þrátt fyrir allt. Já, það er líka eitt af stóru viðfangsefnum okkar forsjáraðilana að hjálpa barninu að tempra tilfinningar sínar. Og stundum skapast þær aðstæður að orðin verða óvinum okkar vegna þess að tilfinningabálið brennur svo heitt og þá getur það bara að dvelja í þögn með barninu og hjálpa því að tempra tilfinningar sína verið mjög gagnlegt. Og svo líka þetta að vera fyrirmynd að von og bjartsýni. Það er það sem börnin þurfa hvað mest á að halda sem er í sárustu sorginni. Þetta er erfitt, þetta á eftir að lagast. Og fyrir þau sem eru trúuð, þá er boðskapurinn almættið einhver dýrmætasta huggun sem til er. Það er að segja, hann Guð mun vel fyrir sjá og hann passar upp á hann afa þegar hann er farinn eða berðaðir sem hefur látist. Og það er líka að öflugt bænastarf, bæði fyrir barnið og fullorðna fólkið, í sárri sorg er óskaplega dýrmætt og bænin breytir ekki Guði en hún hefur djúpstæð áhrif á þann sem biður og það að kenna börnum falleg bænavers eða fallegar bænir, það getur verið mikill styrkur í því og ég get sagt frá því með mína syni að þeir þurftu aldrei melatónín eða öll þessi svefnlyf sem við erum notað í dag því þeir hefði gátt ekki sofnað þá las ég með þeim bænir og söng fyrir það og þeir steinsofnuðu. Og oft er það að börn í sárri sorg fara að tjá tilfinningalegar þarfir yngra barns. Það er þessi öryggisþörf sem Vigfús er að vísa til. Og þá þarf foreldri að átta sig á því hvar er hann nonni minn staddur, hann er 10 ára gamall, en núna lætur hann pínlítið svo 5 ára. Þannig hann er að tjá einhverjar þarfir sem er á því og þá þarf maður bara að beygja sig niður á barninu og mæta því þar sem það er. Takk fyrir að segja upp á þetta dýrmæta bjargráð sem að við þetta þekkjum svo vel í kirkjunni en eru jafnvel meira síðan en kirkjuna. Stundum feimur við að benda fólki á að því maður vill ekki tróða neinum tær en þegar maður þekkir það hvað einmitt sko trúin á góðan Guð og bænin getur verið mikið bjargráð að það fyrst manni sárt þegar fólk hefur ekki aðgang að þessu bjargráði. Þannig takk fyrir að taka það sem dæmi. Það er alltaf að sýna fram og það hefur verið sýnt fram á það bara í rannsóknum, hjá mjög veraldlegum rannsóknum að tenging við aðri mátt er mjög gagnlegt fyrirbæri ef það er notað uppbyggilegan hátt. Já. En svo er maður ofta að vinna með fólki með aðra lífskoðanir og það er alveg hægt. En það er þó allan mjög mikilvægt að fólk með aðra lífskoðanir miðli því að það hafi ákveðna lífskoðanir, aðrir hafi aðra lífskoðanir. Þannig að barnið hafi alltaf svigrúm til að velja og þurfi ekki að
maður hefur lent í því að foreldrar hafa beðið mann að miðla einhverju lífsskoðun sem aðhyllist ekki sjálft, þannig að þá upplifir barnið aftur óöryggi, það verið að segja mér okkur nátt ósatt. En ég voru fegin að geðlæknirinn skulle tala bænalíf þegar presturinn þú bara að segja orð, sko. Ég á eineggja dýpara bróður og ef þetta er eitthvað vitleisa sem ég segi þá kenni ég honum. Já, fengum bara ránkar manni undanlega. En svo einmitt af því, Björn, að þú hefur alla þessa reynslu innan úr einmitt sko barna- og unglingageðdeildinni. Já. Og við erum að tala hérna sko fyrst og fremst sorg sem eins og við vitum sko svo eðlilegt og heilbrigt viðbragð við missi. Já. Það sem ég finn stundum hjá uppalendum og foreldrum þetta sko sorg barnsins mín ekki alveg örugglega að ramma þess sem heilbrigt, barnið mitt hugsanlega glíma við þunglyndi. Já. Sko, ert þú til í að gefa okkur smá innsýn inn í sko hvernig sorgin greinir sig frá þunglyndi? Já, það góð spurning. Sko, það auðvitað þannig að rannsóknir á seinni árum sýna að sérstaklega í fullorðnum að sko til dæmis aðstandendur sem að missa fólk aðstandendur sem missa náina ástvin eftir stutta gjörgæslu vegna alvarlegs slyss eða mjög bráðra og alvarlegra veikinda, að þegar þessir aðstandendahópur skoðaður, að þá gríðarlegur samsláttur milli sorgarinnar, áfallastreituröskunar og þunglyndis. Og það oft erfitt að greina þetta að. Og það svona það sem einkenni á sorginni þessi ofboðslega sterka þrá eftir hinum látna og eftirsjáin og þessar sífelldu hugsanir það og jafnvel sjálfsásakanir, ég náði ekki að kveðja hann afa eða hvernig var að deila og það getur verið rosalega gagnlegt að hjálpa börnum með slíkar hugsanir og þetta geta verið svona tilfinningastíflur og en þegar sorgin verður hvað sárust þá getur hún leitt líka til þess að við þróum svona sjúkdómsmynd sem heitir áfallastreituröskun og jafnvel þunglyndi. En það gerist ekki strax. Ég brýni fyrir fólki að hlúa vel að börnum sem hafa orðið fyrir sárum missi og það kemur í ljós á fyrstu vikunum og mánuðunum hvert þetta stefnir og það svo dýrmætt írska spakmælið. It is in the shelter of each other we humans live. Það að segja að við lifum í skjóli hvers annars og börn og fullorðnir klaufar við að syrgja í einrúmi. Það að finna sér góð og traust eyru til að tala við, það óskaplega dýrmætt því að það í tengslunum sem virkast að sorgarvinnan unnin. En maður verður að vera, ef að barn sýnir mikinn tilfinningarlegan óstöðuleika. Það þarf að koma upp lífsleiða hugsanir eitthvað þess áttar og foreldrar hafa miklar áhyggjur af heilsufari barnsins. Það alltaf gott að ráðfæra sig við heimilislækni sem að í alvarlegustu tilfellin þarf að vísa málinu áfram til sérfræðingastofu eða jafnvel til okkar á barna- og unglingageðdeild. En sorgarvinnuna þurfa allir að vinna. Og mér finnst svo mikil huggun í því sem Desmond Tutu sagði að sorgin sár og erfið en það verður sjaldan til nokkur fegurð nema undan hafi gengið sársauki. Þannig að það vaxtar möguleikar í sorginni og það til dæmis að fá börn til að teikna fallegar myndir eða semja ljóð til hins látna og fá þau svolítið í sköpun og svo með sorgina. Það svo mikilvægt að vera ekki stöðugt í henni því þá magnast maður. Maður þarf að hlífa sér á milli og gera eitthvað skemmtilegt og uppbyggilegt. Og hláturinn eitt af því besta sem við gerum gagnvart sársaukanum. Því að meðan maður hlæra þá finnur maður ekki eins mikið fyrir honum. Eins líka finnst mér gott í sorginni til þess að reyna að koma í veg fyrir að hún verði að geðsjúkdómum sem getur gerst bæði hjá börnum og fullorðnum. Að þá svo gott að halda þakklætisdagbók. Og þakka fyrir allt þetta góða því að ég finna mig sjálfan mig
þegar ég dvel í þakklætinu, þá minnkar sársauki minn á hjartasára og neikvæðar tilfinningar bara ná ekki til mín. Það ná bara ekki til vitund, það er bara, ef maður dvelur nógu sterkt í þakklætinu og til dæmis eins og það að benda barn á það, veistu, afiðinn var svo góður maður og ég er svo þakklátur fyrir að hafa kynnst honum og kenda þér ekki eitthvað fallegt og rifja upp þetta góða, því að sorgin snýst óskaplega mikið um það. Það er svolítið námagröftur, því að þegar hún leggst á okkur með þunga sorgin, þá er eins og það blokki úti allar jákvæðu tilfinningarnar og við þurfum svolítið að grafa eftir þeim og hjálpa barni að rifja upp fallegar samverustundir með látnum ástvin getur verið gríðarlega gagnlegt fyrir barnið. Að þetta er ekki bara vont, það var eitthvað mjög gott þarna líka. Halda ákveðnu jafnvægi þetta. Halda á jafnvægi. Ég hef stundum notað þá mynd þegar maður er að hjálpa fólki að gera aðgreiningu á þessum, við myndum kallum pathológíska eða veika sorg. Að þunglyndi hefur náttúrulega tilfinningu til að aftengja mann tilfinningalífi. Já. Og en meðan sorgin eins og Björn orðar svo vel er að sækja í hluti og halda áfram að tengjast. Þetta er nú ástæðan fyrir því að fagfólk sneri frá því fyrir löngum tíma. Það var til svo kenning að vera að markmið okkar í sorgvinnu var að láta fólk gleyma. Sko. Já, bara að loka á. Já, að loka á, sko. Það var bara í alvörunni hugmynd, sko, sem kom upp. En auðvitað er það ekki þannig. Við eigum náttúrulega í allri sorgarvinnu með fullorðnu fólki og börnum eigum náttúrulega að hjálpa fólki að fara að sársauka. Það er ekki að samvondu velja að vera fastur í honum, heldur viðurkenna og upplifa með leiðbeiningu hugsanlega hvaða tilfinningar verða til þá. Og mér finnst mjög mikilvægt og stundum finnst mér það vantin í umræðina að sorgin er ekki ein tilfinning. Þetta er samheiti tilfinninga. Og ég veit ekki hvort að þú ert sammála, Björn, ég held að þakklæti geti verið eitt af undir einingum sorgarinnar. Sko. Og þannig að líka fræða, ég meina það er heilmikil fræðsla sem felst í allri sorgarvinnu, fræða barnið það að þegar þú ert að þakka fyrir eða hlæja einhverju góðri minningu þá ert ekki að gera eitthvað sem er rangt. Þú ert að tjá tilfinningar sem er hluti af bataferlinu. Já, svo er líka bara alltaf að minna á það að við fullorðna fólk erum bara alls ekkert alltaf flinki í þessu sjálf, sko. Nei. Og þannig að við sjálf sem fullorðið fólk þurfum heilmikla fræðslu og til dæmis þetta frábæra starf sem þið hafa unnið hérna undir nafninu Örninn, sko. Þar er náttúrulega, hafið þið sinnt mjög vel að það fullorðið fólki er með í þessum bata uppbyggingu sem þið að standa fyrir. Og ef maður hjálpa barninu að sjá það að heilabúið okkar er þess eðlis að hugurinn að hann getur upplifað margar tilfinningar í einu og það getur verið mjög skrítið fyrir barn að takast á við þá spurning er gleði með í þessu ferli, sko. Og gleðin er ekki það að gleyma heldur bara að virkja tæki og tól sem við getum notað í þessu ferðalagi. En svo er börnin með eitt áhugavert fyrirbæri í sínu ferli og við þurfum að muna í samfylgdina með þeim að þau búa ef við getum að taka sér hvíld í sorginni. Já, þau eru svo náttúrulegu því. Já, ég held það ekki bara ágætt slýsing að nota orðið náttúruleg. Við sem fullorðið fólk virðumst ekki hafa sama eiginleika til þess. Og þetta þekkir maður bara frá fyrst þegar maður hefur farið inn í aðstæður frá bara fyrstu sekúndu nánast það sem eru að eiga sér stað af átíðindi að maður sér að þá byrjar þetta ferli strax þar sem þau hafa tilhengu bara til að taka hvíld í þessu, sko. Og þá verður oft fullorðna fólki svolítið óöruggt og segir hvað eru þau ekki að meðtaka? Jú, þau eru að meðtaka. Það er líka mikilvægt fyrir okkar þegar við erum að tala um veikindi að náttúrulega sorgarferli barns hefur tilhneigingu til að vera miklu lengra heldur en fullorðins fólks vegna þess að með tímanum eru það að fá meiri huggetu og aukin huggeta. Það er ekki sama hugsanir sem fara gegnum 10 ára hug eða 13 ára hug og það eru stærri og nýjar spurningar kannski sem vakna og þá er eins gott að maður sé búin að fræða fullorðna fólki í kringa að ekki vera hrædd, skiljið. Þetta er bara nýjar krossgötur með nýjum spurningum. Og við vitum bara hvað þetta er áhrifarík ferli, við þekkjum það náttúrulega bara þegar við erum að vinna með sorg fullorðins fólks
þau finna fyrir sorg barnsins í sjálfum sér á fullorðinsárum. Að því við stöndum hérna nánast fyrir framan altari, ég vissum að það margur brúðguminn og brúðurinn farið aftur í svona barnslegu reynslu, skilur og fundi þá birtist þetta barn, sko. Og svo annað sem ég held kannski svolítið mikilvægt fyrir okkur að líka muna að við erum að tala um börn, en ég held að við séum að tala um unglinga líka, að talandi um veikindi, að við þurfum að vera svolítið vakandi fyrir því að unglingurinn hefur dálítið kraftmikið tjáningakerfi og tjáist oft í stórum tilfinningum og stórum setningum. En svo annað bara til að venda öryggið þeirra, og maður hefur rekist á slíka sögur að þau eru náttúrulega að aðgreina sig frá fullorðna fólkinu og hafa orðið efasemdir ágæti okkar fullorðna fólksins með réttu að það þýðir það að þau eru kannski svolítið að fara frá þessu öryggiskerfi og þá eru að passa að þau týnist ekki einhvers staðar út í bæ. Já, og það einmitt, sko, þá eru við að komin að því sem einmitt langaði til að fá okkur til að ræða svolítið næst. Við erum svolítið búin að vera að tala núna sársaukann og þetta að vera ekki hrædd við hann. Við megum ekki flýja undan og forðast hann. Við þurfum að kenna börnunum okkar að vera hugrökk, andspænis sársauka sorgarinnar og takast á við hann. En einmitt í köflum að taka sér hvíld og læra þessa lífsleikni sem felst í sorgarúrvinnslu. Og nú ég svolítið með unglingana í huga og kannski fæ þetta til að byrja að svara þessu, Vigfús. Sko, hvernig getur þessi andlegi sársauki sem við erum alltaf að hvetja fólk til að mæta og óttast ekki og bara takast á við, hvernig getur hann orðið ungu fólki samt sem áður hættulegur, þessi sársauki? Hvernig getur hann snúist gegn þeim eða slíkt? Sko, ég held að þetta getur snúist gegn þeim þegar ytra umhverfi til dæmis orðið of yfirþyrmandi í ábyrgð. Já, fyrir að hætta ráða við. Já, akkurat, eða í algjöru ábyrgðarleysi. Já. Ég held að hluta bata tilveru fólks sé náttúrulega það alltaf að hafa einhver tilgang. Og það ekki gott ef unga fólki okkar fyrir að missa tilgang, þannig að við erum að miðla tilgang. Við erum aldrei að réttlæta þjáningu. Við réttlætum ekki þjáningu, en við getum alltaf réttlæta úrvinnslur. Þannig að við þurfum að fara að miðla mjög snemma að þráttur þennan voða atburð sem einhvern veginn, ef ég geng út frá því sem gerðist, þá hann aldrei góður inn í sér sjálfum, en það hægt að vinna og það ástæða til þess að líta svo á að þessi reynslur geti orðið eflingar veganesti út í lífið á einhverjum tímapunktum. En aftur á móti alltaf gera grein skil á eðli þjáningar og eðli úrvinnslu. Og það með þess að aukast núna umræðin í sorgarfræðunum eitthvað sem heitir post-trauma, skilur growth, ekki sem hugtök. Þannig að vöxtur eftir þjáninguna. Í úrvinnslunni sjálfri. Já, í úrvinnslunni sjálfri. Og það líka til fullt af rannsóknum sem sýna það að börn og unglingar sem ná að vinna mjög vel út úr sinni reynslu, sem mjög mörg gera náttúrulega, við erum boðbera bjartsýni, að þau sýna bara mikla styrkleika sem umfram hið almenna hóp, sko. Í því felst það að geta sett sig betur í spor. Þau náttúrulega fullorðnast ákveðin hátt, það reyndar smá viðvörunarmerki, þau verða svolítið misþroska kannski mjög fullorðin á sömu sviðum en kannski minna á öðrum, þannig við þurfum svolítið að hjálpa þeim að jafna þetta út. Þau læra í vextunum að vel á haldið að það hægt að fara í gegnum erfiða hluti og mér hefur nú sýnst lífi vera þessi eðlis hjá okkur flestum að það færir okkur stór verkefni og ekki endilega minni sem eftir á líður. Þannig að í góðri úrvinnslu þá erum við að hjálpa fólki að verða mjög öflugt fólk. Það verður til þessi eftirsókn að verða segla sem við erum svolítið að ræða í tengslu við ungt fólk. Já, en það verður líka til auðmýkt. Já, einmitt. Að maður getur ekki séð allt lífið fyrir. Og ég hef kynst ungu fólki sem eru, ég ætla að leiða mig bara að segja, með miklu dýpri þroska heldur mörg við sem kallum okkur fullorðin, sko. Já. Hvað segir þú, Björn, um þetta? Jú, ég hef velti svo mikið fyrir mér, sársauki og þjáning heilmikið nota sem samheiti, en ég sé það þannig fyrir mér að sársauki áfalla eða missis bara hann sjálfur. Þjáningin varnarviðbrögð okkar við sársaukanum.
Og þið sem hafa orðið fyrir sárum missi, þið kannist kannski við það á fyrstu dögunum, þá dofna maður allir upp. Maður gengin úr lagi við sjálfan sig. Og smám saman, og þessi doði sorgarinnar í rauninni til að vernda okkur gegn sárasta sársaukann. En vandinn við þjáninguna, hún bæði vinur og óvinur. Og ég lít þannig á að þjáningin sem varnarviðbragð við sársauka getur bæði verið jákvæð og uppbyggileg, þessi vöxtur í gegnum sorgina eins og hann nefnir Vigfús, en svo getur hún líka verið neikvæð og þeir sem að lenda í þeirri erfiðu stöðu að festast í neikvæðri þjáningu og fara að þrífast á sársauka sínum og neikvæðum viðbröðum, þeir stoppa sorgarferlið af, þeir sitja fastir, og fólk getur verið þarna árum og áratugum saman og það gerist ekkert í úrvinnslunni. Varðandi þennan misþroska sem hann nefnir hann Vigfús, að þá sé ég það þannig fyrir mér að börn sem verða fyrir sárum missi á ungum aldri og eftir því sem þau eldast, að þá geta þau orðið ákaflega fullorðinslega yfirborðinu og þroskuð. En í hjartan lítið skelfingulosti barn sem varð fyrir missi og við þurfum að hugga þetta barn í sameiningu. Það þarf heilt þorp til að ala upp barn og það þarf heilt þorp til að hugga barn í sárri sorg. Og þannig að það að þegar að móðir eða faðir að gefast upp á uppeldishlutverkinu, þá er svo mikilvægt að leita ráða hjá af og ömmu eða frænd og frænku sem hefur jafnvel orðið fyrir sárum missi, því að jafningja handleiðsla í sorg trúlega eitt af því allra mikilvægasta og mér sjálfum hætti til að predika. Þannig að þá maður að tala niður til barnsins, þannig að það skiptir svo rosalega miklu máli þegar maður hjálpa barn í sorg að fara niður og þroskastig barnsins. Svo varðandi huggunina, hvað það? Og hún Sólveig Lára Guðmundsdóttir, ef maður rétt, skrifaði fallegt kver sem heitir Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Og þar lýsir hún huggun á þann hátt, það að hjálpa fólki eða börnum að koma auga á sárar tilfinningar og vinna úr þeim. Og til dæmis þessi risastóra tilfinning skömm. Það engin geðlyf sem verka á skömmina. En það eina sem ég veit fyrir víst, fjárán skömmin, hún þolir ekki ljósið. Þannig leið og maður hefur hugrekki til að deila skömminni sinni með öðrum, þá maður byrjar að heila sjálfan sig. Þá missir skömmin þetta ógnartak á manni og varðandi þetta að með litla barnið sem spyr sig, fæ ég aldrei að sjá hann afa aftur. Og þá eina svari sem ég hef fundið, veist hann, afi var svo góður við þig, hann mun búa í hjartaðínu allt lífið. Og þetta mjög mikil huggun fyrir börn að heyra þetta, sem að heiðra minningarnar, og við erum þarna að hvetja barni að grafa upp góðu minningarnar hann afa. Að vera virk í sorginni sinni, einmitt þetta að minnast og muna og deila og hugga. Já. Og allt þetta gerist í tengslum. Björn minnist á þorpið, Já, ég var glöð að heyra það. Já, hann svo vel lesinn. Það alveg rétt og þá kemur maður að samfélaginu og svo maður gerist smá ögrandi. Sorgar meðferð og sorgar úrvinnsla ekki alveg í takt við það sem samfélagi vill. Vegna þess að það mjög ráðandi mótil í hugum fólks að maður byrjar á einhverju ferli og svo klára maður eitthvað. Já, og ertu búin að jafna sig. Já, ég meina þú byrjar í megrunarkúr og svo ertu búin með hann, Eða þú byrjar með einhverju hegðunarmynstur og svo hættur þeim. En þetta náttúrulega ekki þannig ferli. Þetta svona dýnamist ferli, við erum að fara fram og tilbaka. Þannig að við þurfum að gæta okkur á samfélagshugmyndunum sem í gangi, að þú ert særður og svo ertu alveg heill. Og það að þú spurðir að fara að sorginni. Við erum ekki að fara að fjarlægja sársauka og við erum ekki að fara að fjarlægja atburði, en við erum að gera okkur meira kleift að vera með þessum atburðum. Þannig að þeir stýra okkur ekki og við getum heimsótt, því þeir munu heimsækja okkur án þess að við biðjum það. Og það ekki tímasett. Og þá á maður þá þekkingu, ok, þetta mun ekki fara, en ég get
dvalið þarna og verið þarna á miklu styrkari hátt heldur en ég átti og ég get sótt hugsanlega miklu fleiri tilfinningar heldur en ég hafði áður. Og hægt og rólega náttúrulega þó það sem ég vand með færi orð, þá erum við að búa til eitthvað svona sáttaferli sem ekki fjarlæging og sorg heldur mann býr með henni. Já, það af því að Vigfús hefur nefnt öryggið sem öryggistilfinning barnanna okkar rosalega mikilvæg. Og þá fer maður að huga, hvernig þá með traustið? Og ég ritaði nýverið hugveki traustið að það sem að sorgin getur gert ef hún knýr nógu fast dyra, að þá brýtur hún niður traustkerfið okkar eða öryggiskerfið. Og það getur gerst þá þann hátt að sjálfstraustið brestur og maður missir trúna á sjálfum sér til góðra verka. Það verður flókið fyrir barnið að mæta í skólan og mæta á íþróttaæfingar og það rosalega, þegar þetta gerist, það rosalega mikilvægt að hjálpa barninu við þröskuldina því að börn þrá að dvelja í rútíninu og það er svo mikið öryggi í rútínunni. Síðan getur gerst annað að grunntraustið verður veikt og hvað grunntraust? Erik Eriksson talaði grunntraustið að það er þannig að þegar að barn elst upp í nærandi, örugg og stöðug tengsl við forsjáraðila, þá byggir það upp grunntraust sem þá þann hátt að heimurinn verður áræðanlegur og fyrirsjáanlegur staður að vera á. Og þið getið rétt ímyndað ykkur þegar brotna niður grunntraust hjá barni eða jafnvel fullorðnum. Þá maður stöðugt í flótt og árásarviðbragði því maður bara svo hræddur og svona óttinn kemur upp í manni. En það sem að ég hef sjálfur reynslu af sorg og misti son vofveflega fyrir rúmum 20 árum, að það besta sem að sorgin gerði við mig var að brjóta niður frumtrausti mig, það að segja tengsl mín við sjálfan mig. Og ég fann það jafnvel á þann hátt að flótt og árásarviðbragði fór að beinast að mér sjálfum. Þannig að í allri sorgarvinnu þá erum við að byggja upp traust og með því að veita barni í sorg nærandi, örugg og stöðug tengsl, þá erum við að byggja upp traustkerfi barnsins að nýju og hjálpa því að dvelja í rútínunni. Ein tilfinning, eða ég minn langar að nefna kannski 3 tilfinningar. Byrjum bara á því sem allir syrgjendur upplifa, það er einmanaleiki. Já. Og enn og aftur þetta náttúrulega rök fyrir ykkar frábæra starfi að þið að leiða saman börn og unglinga með líka reynslu. Þar erum við að brjóta upp þessa tilfinningu sem fylgir öllum syrgjendum og öllum aldri einmanaleikan. Og ef við bara setjum okkur aftur í hugmyndunum þorpið eða samfélagið, þá það náttúrulega að vera barn og unglingur sem upplifir stórt áfall og ég meina að tala foreldramissi eða systkinamissi. Það sértæk reynsla í nútímanum. Já. Og þá þegar maður eftir sem maður á sértækari reynslu, þeim meiri verður einmanaleikin. Og við bara þekkjum það vont að barnið og unglingurinn situr uppi með það, ég öðruvísi en aðrir. Það síðasta sem þú vilt vera, þau eru barn og unglingur. Já, það bara nóg að því án erfiðra áfalla og sorgar, hvað þá þegar það kemur með. Og hver skilur mig þá? Og ég hef oft kynnst börnum og unglingum sem hafa sagt við mig, ég finnst ég voru það mikið öðruvísi að ég á ekki samleið. Og þá náttúrulega erum við með dálítið hættulegan stað eða skulum segja varasaman stað. 2 aðrar tilfinningar held ég ættum að nefna líka því að þú ert svo mikið að spyrja okkur hvar eru hættur á ferðinni. Og þá komum við að þegar andleg veikindi leiðir þann veika hann rökstuðist út úr heiminum til dæmis sjálfsvíg. Og skömm og sektarkennd hefur tilhneigingu til að fylgja sjálfsvígsbatanum, þar að segja aðstandendabatanum. Og sorgarfræðin segja það að þessar 2 tilfinningar séu líklegastar til að verða pathológi eða einhvers konar veikindi ef það 2 fylgja sorgarferlinu. Já. Og það til þess mjög mikilvægt til þess að við erum að vinna með slíka atburði og ég sé mikilvægt að nefna þá vegna þess og bara önnur andleg veikindi sem leiða til andláts. Að við þurfum að hjálpa börnum að vinna með þessar tilfinningar að þau hefðu geta borið ábyrgð á einhverju eða megi ekki tala missi þess að hann okkur hátt sértækum með annan missi og annað slíkt.
allt þetta án ávörpunar, án úrvinnslu hættulegt. Að sitja einn með skömm eða sitja einn með Já, sektarkennd. ég meina, ég veit ekki hvort þú sé sammála, jú, við erum alltaf sammála. Skömm og sektarkennd einar orkufrekustu tilfinningar sem til eru. Og orðið skamm, það fyrir alveg upp í latínu, þýðir að fela sig, sko. Já. Þannig ég í felum. Já. Og það má segja sem að með einmanaleikan, ég lít á hann tvenns konar. Það annars vegar svona þessi ytri einmanaleiki, þar segja ég í miklum vandastattur og ég upplifi mig umkomulausan. Það eins og fólki í kringum mig sé á allt öðrum víddum heldur en ég sjálfur. Og það þessi svona ytri einmanaleiki og síðan en þessi innri einmanaleiki ekki hótinu betri, það segja að eiga erfitt með að dvelja í sjálfum sér. Og eitt af mestu huggunarorðum sem ég get sagt við barni mikilli sorg þegar maður hittir það kannski á mánaða fresti. Vá, þú ert farin að sitja svo miklu betur í sjálfu þér. Og þetta þá, barnið þá, unglingurinn byrjar að tengja sjálfu sér betur eftir áföll sorgarinnar. Þannig að, og í rauninni, ef maður stendur nógu nálægt sjálfum sér, situr nógu vel í sjálfum sér, þá alveg saman þó sé engin hjá manni, maður ekki einmana, maður í einveru en maður ekki einmana, af því maður á þessi sterk og góðu tengsl. Og ég í mínu trúarlífi sé það þannig að það var sorgin sem gerði mig að trúuðu manni. Ég átti alltaf mína bastrú, en mér finnst í rauninni, þegar ég að tengja sjálfu mér í gegnum sorgarvinnuna, þá ég leið að tengjast Guði. Þetta einhvern veginn sama þroskaferlið og það að geta vitna til eilífðarinnar og geta vitna til þess að það sé líf eftir dauðan eins og okkur hefur lofað í kristninni. Það gríðarleg huggun og þar, sem sagt, ef við trúum þessu einlæglega sjálf og getum smitað þessari trú til barnanna, þá held ég að þetta sé eitthvað mestu huggunarorð sem við getum úr okkur látið. Og það einmitt mjög svo gott að heyra ykkur tala þetta því að þetta stóra markmið Arnarins að börnin komi og upplifi og fari út úr starfinu með þessa tilfinningu, jú, þessi erfiði atburður gerðist sem ég vildi óska þess að hefði aldrei gerst, en lífið áfram gott. Og hér fólk sem langar til að tala við mig, langar til að hlusta á mig og vera til staðar fyrir mig og hér eru krakkar sem að einmitt þau vita, þau skilja. Og við höldum áfram að hafa gaman. Þess vegna erum við alltaf að fara í leiki og borða góðan mat og fara út í náttúruna og líka grínast og hlæja. Og þessi upplifun að vera í hóp með öðrum börnum sem hafa líka mist og það ógeðslega gaman. Þetta svo mikilvægt en þess að þetta tengist svo voninni. Heyrðu, lífið áfram gott, jafnvel þó að ég hefi orðið fyrir þessum óbærilega missi. Það ennþá gott að vera ég. Það það okkar stóra markmið að börnin fái þessa tilfinningu, það ennþá gott að vera ég. Nú fer tíminn að renna frá okkur og það bara eitt og þið eru svolítið búnir að tæpa á því að mér langar til að við bara ræðum það örstutt í lokin og það þetta hvernig getur sorgin orðið börnunum okkar þroska hvati. Það alveg rétt, ég búin að vera að spyrja svolítið hver eru hættumerkin, hverju þurfa að hafa áhyggjur af, en svo hinn endin á rófinu, eins og þið eru búin að tala það hægt að verða fyrir missi og í úrvinnslunni skapa fegurð og styrkleika og það svo mikilvægt að muna það líka. Getið þið talað aðeins þetta áður en við kveðjum ykkur? Það auðvitað, þeir segja grínistarnir að lífið sé banvænt kynsjúkdómur. Og það auðvitað, sorgin lífsnauðsynlegt og óhjákvæmilegt þroskaferli. Það kemst enginn hjá því að syrgja. Sumir lendi í þessu snemma á ævinni, aðrir ekki fyrir seinna, en það sem að ég sé í sorginni að með góðri handleiðslu, jafningjahandleiðslu og jafnvel frá bagaðilu, þá breytist
Hinn neikvæða þjáning, þessi neikvæðu varnarkerfi okkar gagnvart sársaukanum, þau breytast í jákvæð. Og það segir í einni bók Gunnars Gunnarssonar, þá segir gömul kona: hver sá sem ekki þakklætur fyrir þjáninguna hefur ekki tekið út mikinn þroska. Khalil Gibran í Spámanninum lofaði okkur því að þjáningin var í fæðingarhið skilningsins. Og þá held ég að sé að vitna til hennar jákvæðu þjáningar. Og hún gríðarlegu þroskahvati sem gefur okkur andlegan kraft. Hún eflir fegurðarþrána og ástarþrána og þessa færni að dvelja í þakklætinu. Maður hættir að taka hlutunum sér sjálfgefnum og allt eigi alltaf að ganga vel. Þannig að ég trúi því að vel uppgerð sorg og þjáning einhverjir kröftugustu þroskahvatar sem við mennirnir eigum. Varðandi börnin og unglingana þurfum bara að gæta okkur að því að þau geta verið fullorðnislega í yfirborðinu og en þeir í hjartanu lítið skelfingulosti barn sem við þurfum að hugga í sameiningu. Sko ég held að þetta ferli fari aldrei frá barni. Það fylgir öllum æviskeiðum. Ég svo sammála því sem Björn segir að vel unnin sorg getur orðið gríðarlega mikið þroskahvati og skapa mjög öfluga einstaklinga og með þessu erum við ekki að segja og gera lítið úr þjáningu. Nei, það nefnilega þetta vandmeðfarin spurning. Já, og svarið líka vandmeðfarin. Af því fólk getur hugsað betur, hvað þeir að segja? Þeir að segja að þetta bara sé ekkert mál? Já, og það var bara gott þetta gerðist. Já, við erum alls ekki það. Nei. Og ég held bara að við sem höfum setið með fólki í allstíks aðstæðum, þá hef ég aldrei hitt neina manneski sem kemur til mér og segir: heyrðu, ég í toppmálum, nú langar mig að fara að vinna í mér, sko. Ég var ekki ennþá að hitta hana, en það kannski gerist einhvern og það verður mjög gaman. En maður hittir fólk sem í þjáningu og fer þá að vinna í sig. Og ég held því miður einhvern veginn lífið og lífslögmáli þannig að við vöxum aldrei nema það að þjáningin hafi heimsótt okkur. Og við erum bara að sjá það og það bæði veraldlegar rannsóknir og það er margra alda fræði sem segja okkur bara það að við erum með hjálp og réttri úrvinnslu að skapa öfluga einstaklinga sem munu hafa meiri skilning á lífinu, hafa kannski yfirgefið þá hugmyndum það sem því miður margt á okkur fullorðna fólkinu erum föst í að lífið sé annaðhvort réttlátt eða ranglátt, það bara Við erum líka að skapa einstaklinga með réttur úrvinnslu sem geta betur sett sig í spor annarra. Þessu einstaklinga munu kannski verða heilandi aðilar fyrir annað fólk. Ég held líka að við séum að skapa einstaklinga sem geti á einhverjum tímapunkti hvílt betur í sér og við fullorðna fólkið almennt erum ekkert sérstaklega mikið í því að hvíla í okkur. Við erum að skapa líka einstaklinga sem hafa kannski meiri tilhengu til að spyrja dýpri spurninga lífið, hvers eðlis lífið og það gildir margt okkur fullorðna fólki að við erum ekki bara mikið að spyrja okkur að þeim spurningum en það þurfa að banka upp á hjá okkur. Þannig að ég sé í bjartsýni minni og voninni sem búið að boða í margar aldir að með réttu starfi, með réttri úrvinnslu, með réttri fjölskylduvinnu þá erum við með ástæðu til að vera vonarík. Já. Og það er gott að enda á einmitt þeim nótum, það full ástæða til að vera vonarík og það er svo sannarlega satt. Kæru vinir, Vigfús og Björn, takk innilega fyrir að koma og deila með okkur og spjalla við okkur og þetta samtal fær að hanga inni á internetinu þannig að það hægt að hlusta á aftur. Það var ýmislegt hér sem að nær örugglega ekki í fyrsta skipti, ég mun þurfa að hlusta aftur og takk fyrir að vera með okkur. Þið sem eru hér, takk innilega fyrir að koma á staðinn og ég vona að þið sem eruð að horfa á í gegnum skjáinn hafi líka notið þess og haft gagn af. Og svo bara í lokin minni á að hér 17:30 hér í Vítalenskirkju í dag verður minningarstund, einmitt tækifæri fyrir fjölskylduna að koma saman
til þess að fara inn í sorgina saman og vinna í henni saman vegna þess að það er nefnilega rétt, sorgin er tengslaverkefni, fjölskylduverkefni og þar þarf þorpið, þannig að á þessum alþjóðlega degi barna í sorg er bæði fræðsla og einmitt tækifæri fyrir fjölskylduna og þorpið að vinna saman í sorginni. Takk fyrir. Takk. Er það útsendingu lokið?